gott söngfólk í kirkjunni þegar maður að koma og lofa saman. Veistu hvað það ekki? Þó svo að ég manna þegar ég var ungur, ég get alveg sagt það, af því ég náttúrulega komin yfir miðjan aldur, sko. En þegar ég var ungur og var í svona kirkju, þá var ekki til neitt svona band. Hvað þá heldur, sko, ég heldur bara, þetta hafi nánast verið talið bara ókristilegt að vera að syngja svona. Þú spila bara ekki svona. Og þegar við unga fólki þá gerðum uppreisn og fórum að syngja rock, sem var daginn í dag. Það var rockið. Það var rockið á þeim tíma. Þá var bara einn kassagítar. Það var engin kristinn maður sem spila á trommur. Já. Þú og þínar systur og fjölskyldu allar reyndar voru brautriðendur. Hafið þið fundið plötuna þeirra? Já. Nei, ég spendi bara. Já, þú varst mjög ung þá. En þetta ég alveg tala, þetta var bara svona, þetta var, ég ætla að segja ykkur eitt, sko, svo vorum við í Grensáskirkju með samkomur á 50-dagskvöldum og við vorum með kassagítarinn okkar og kunnum ekkert á kassagítar. Kunnum ekkert, sko. Bara rétt rútubílafærir, sko. Og svo frelsaðist þarna ungu maður, komst til trúar á Krist, hann heiti Hjalti Gunnlaugsson. Kom með rafmagnsgítarinn sinn inn í Grensáskirkju. Við hættum bara að spila, við gátum ekkert gert, við bara gláttum. Vá! Það er maður sem kann gítar. Og frá síðan hefur margt gerst. Svo höfum við svona bandinni í dag. Þetta er stórkostlegt. Ég elska hana kór. Kórinn er alltaf að vera betri og betri. Og ég er búinn að segja við Sibba, mér finnst bara þessi kóri að vera bara í lofgjörni með Rúnar. Þetta er bara raddirna þínar þarna bakvið, sko. Svo getur þau tekið svona sér lög annars slagið. Nei, ég segi svona bara. Þetta er bara mín skoðun, sko. Þið heyrðuð það áðan. Ætlið þið að fljúga með örnum eða hlaupa með kjúklingum? Ætlið þið að fljúga með örnum eða hlaupa með hænsnunum? Hvernig fljúgum við með örnunum? Ég með ámængjum. Það er góður. Svona í alvöru tala, ég veit að Sibba talaði fyrir einhverju, síðan minntist á örnin einhverjum, það er ekki mörg ár, 1 ár eða eitthvað allavega. Var að tala um örnin og það er alveg rosalega gaman að stúdera örnin og ekki síst skallaörnin ameríska sem er mjög sterkur fugl og mikill. Ég ætla bara að nefna ykkur eitt dæmi, hlustið á þetta. Ég held að hafa verið American Airlines. Flugstjóri American Airlines tilkynnti að það hefði lent lax í framrúðunni á vélni hjá þeim. Lax. Bara lax. Það hefði ekki verið kannski neitt skrítið ef hann hefði verið að taka á loftið eitthvað, en hann verið 30.000 feta hæð. Eina skýringin sem þeir hafa er að það hefur verið örn með hann í klónum og sleppt honum. Veitu hvaða fugl getur flogið svona hátt? Það er hægt að sjá samstæður og samhliða með því að skoða örnin hluti í okkar eigin lífi sem við getum lært af þessum fugli. Og hann er sköpun Guðs. Og það er nokkuð sem ég langar að tala um í dag. Mér langar að leiða ykkur inn í nokkur atriði til að sjá kærleika Guðs í öllum hlutum og hver tilgangur lífsins er. Ég trúi því. Það er ekkert langt síðan ég hugsa þetta nákvæmlega svona. Fólk spyr, hver er tilgangur lífsins? Ég myndi að segja tilgangur lífsins er kærleikurinn. Hver er tilgangur kærleikans? Það er lífið. Þetta er svo djúpt. Þetta er svo... Það er bara... Vá, þið er aðeins að huglega þetta. Biblían segir Guð. Guð er kærleikur. Bara þessi 3 orð milli punkta í Biblíunni. Guð er kærleikur.
Það stendur hvergi hann fyrirgefning, þó við vitum hann fyrirgefi. Það stendur hvergi að hann, öll þessi einkenni sem við erum að leita að hjá Guði, sem við tölum að hann sé frelsun, samt frelsaran. En það segir hann kærleikur. Og ef kærleikurinn Guð og Guð kærleikur, hann skapaði allt á himni og jörðu, hver á þá tilgangur kærleikans með sköpunni? Það var lífið. Og lífið hefur tilgang. Það kærleikurinn. Ég ekki að tala um það að þú getur ekki haft markmið að fara að læra þetta og læra hitt og vinna. Það allt í lagi. Við eigum að gera það. Við eigum að setja okkur markmið og við eigum að stefna hinn og stefna þessu. Og það eru margir sem segja að það sé tilgangur lífsins. Nei, það getur verið tilgangur í ákveðnum þáttum lífsins. En tilgangur lífsins kærleikurinn sjálfur. Ég þarf að teta og gleruna því ég að lesa nafnið á þessum doktor hérna. Dr. Newberg, sem prófessor við Pennsylvania háskóla í Bandaríkjunum. Hann rannsakaði alla þessa íhugunar og hugleyslustarfsemi sem í gangi í heiminum. Sérstaklega hinn vestræna heiminn, ekkert bara það, líka fyrir austan. Sumt af vestræni íhugun eða hugleyslu á sér rætur í Austurlöndum meira að segja. Og hann komst að því að öll hugleysla, takk eftir, öll hugleysla gerir heilanum þínum gott. Sumir kristnir segja, nei, það getur ekki verið, líka ekki vond hugleysla. Nei, öll hugleysla, það sem verður að rækta innri mannin, takk eftir, verður alveg róleg. Ég veit að sumir hugsanum betur, og líka einhverju í hugun, og líka svona austurlensku íhugun. Öll hugleysla sem þú ræktar innri mannin, gerir heilanum þínum gott. Gott fyrir heila þín. En mestur árangur í hugleyslu næst hjá þeim sem tilbiðja kærleiksríkan Guð. Þar gerðust kraftaverk í heilanum. Þetta eru núna vísindilega rannsóknir frá háskólum í heiminum, einum bestu háskólum í heiminum. Ef þú hugleiðir og tilbyður kærleiksríkan Guð, Guð sem kærleikur, þá bætir það heila þinn, heila starfsemi þinn, það læknar huga þinn. Og sérstaklega urður varið við það hafði áhrif á framheilan þinn. Það sem rökhugsun, ákvarðanataka og upplifunar og kærleika á sér stað. Pældi því. Þetta magnað. Þess vegna, elsku vinir, þegar við erum ásátt það að tilbiðja Guð eða erum að leita eftir Guði til að tilbiðja eða einhverju til þess sem aðra en við í lífinu, svo við getum flogið sem örninn. Því það leiðin til að fljúga sem örn, sjáðu. Þá verðum við að hafa í huga, hvað það sem ég tilbyð? Hvernig minn Guðs í huga þér? Hver Guð í þínum huga? Þannig bara hefur líka komið ljós að þeir sem eiga þjóna og hugleiða og yfirleitt hugleiða lítið, þeir aðalega þjóna bara Guði í ótta vegna þess að hann strangur, hann harður, hann tiltölulega svona afskiptasamur ef þú gerir eitthvað vitlausur, en að öðru leyti þá heyrir þú bara ekki í honum. Þannig svolítið pirraður Guð. Þú veist, þessi Guð, hann fer ekki vel með fólk og það fer heldur ekki vel að tilbiðja hann. Þér líður illa í því sambandi sem þar Þess vegna skiptir öllu máli hvaða augum þú lítur Guð, hvernig þú sérð hann, hvað þú ætlar að gera til þess að rækta þinn innri mann. Nú mörg okkar sem fara í líkamsræktina og ég var að spurða þér að því eitthvað tíðan, hvað það að fara í líkamsræktina? Ég meina, þú ert að rækta innri mannin. Þetta ekkert noti í þessari líkamsrækt. Strax komið predikarna hefði alveg að finna var alveg þetta. Þetta það sem ég fekk og þegar við kannski heyrti þetta og kannski ekki, ég veit ekki. Og ég sagði strax, þetta fyrst að það tengist allt saman. Þú veist, ef mér líður illa á líkamann þá ég miklu erfiðara að einbeita mér hérna í huganum. Þannig að ég vil bara láta mig líða vel. Fyrir utan það, sagði ég,
að þegar ég á brettur hvað sem ég að gera, þá ég að hugleiða. Ég ekki að tala við aðra á meðan, þess vegna ég lítið fyrir að vera í hópi, ég bara með Guði og tala við hann. Þegar þið tala við Guð, við hvernig að tala? Já, Guð, hvernig hann meina ég, í hug ykkar? Hvernig Guð? Rannsóknir hjá Dr. Newberg sýndu að þeir sem að tilbóðu Guð kærleikans, það jókst hjá þeim umhyggja, samhygð, samvitund við aðra menn, við náttúruna, við lífið, þegar þeir tilbóðu Guð kærleikans. Margir sem tilbyði, eða sem hugleiða, eru ekki endilega tilbyði Guð eða hugleiða neitt og trúa jafnvel ekkert á Guð. Þeir trúa kannski eitthvað svona betra á aðra en kannski ekki. Þeir eru samt að rækta eitthvað, að þeir vilja fljúga. Hlusti nú vel. Ef Guð kærleikur og hann segir, ég ætla að skapa lífið. Sjá, ekki bara ég Guð og ég kann alveg að elska, þannig að ég ætla að kenna þeim að elska. Heldur, ég Guð, ég kærleikur, þetta eðli mitt, þetta efnið mitt, ég bara kærleikur. Þú veist, ég ekki til þetta bara, já, nú ætla ég bara ekki að velja að elska þig, sko. Nei, hún getur ekki annað en elskað. Því hann kærleikur. Og hann segir verði ljós og það var ljós. Allt í einhverjum tilgangi. Verði líf og það var líf. Hann skapaði jörðina, hann skapaði dýrin, hann skapaði plönturnar, allt sem á jörðinni og svo framvegis. Og síðan bjó hann til manninn og þá þegar ég segi manninn, þá segi ég bara bæði mann og konu og blés lífsanda í nasir þeirra. Hvað var hann að gera þar? Þar var hann að blása sínum anda. Þar var hann að blása sama skyni, sama eðli, sama og hann sjálfur var inn í þig og mig. Til hvers? Til þess að við gætum lifað í kærleika. Til að við gætum tengt við hann og verið í sambandinu við hann. Og það það sem Adam og Eva voru fyrst í aldingarunum munniði. Bara berjast við þarna í ganginum. Það var engin skömm, það var ekkert að reyna að fela sig, það var ekkert bara, þetta var dásanlegt líf. Svo heyrðu þið Guði hinum megin sér, næsta röfri, eitthvað bardúsa þar, en hvað ekki eldið eitthvað, ég veit ekki, þau heyrðu bara í Guði. Þau heyrðu í röddina og þau töluðu við hann og hann við þau og þetta var tilgangurinn sem Guð vildi. Hann vildi fá líf í manninum, í konunni, í manninu, enn og aftur svo, þegar ég veit að þetta er svo viðkominn dag, fólkinu, ykkur, vildi fá líf þar sem við lifum saman í þessu nána samfélagi. Við heyrum röddina hans, við lifum og hversu margir, jafnvel trúaðir menn og konur sem hafa verið það í mörg ár, segist aldrei heyri Guði. Bara veit ekki hvernig hann talar, veit ekki hvernig hann funkar, veit ekki hvernig hann og hann bara alveg steinþegir alltaf þegar ég spyr hann einhverju. Þetta mjög klassískt. Þau heyrðu í honum, taktu vel eftir, þó þau væru ekkert að spyrja hann. Þau bara heyrðu í honum. Guð vill svona líf. Hann vill bara við lifum í þessum tengslum við hann, í náttúrunni, í lífinu. Ok? Þannig að ef að Guð kærleikurinn sem hann og hann upprunni alls lífs, vitið þið hvað? Þá er hann líka teikningin fyrir lífið. Hann blueprintið, hvað segir maður? Já, hann templateið, svo við tölum nú bara alvöru íslensku. Hann templateið fyrir okkur. Hann fyrirmyndin í öllu. Hann það sem hann ætlaði að hafa í okkur, þér og mér. Hann bjó okkur til í sinni mynd. Þetta var myndin. Ekki í forminu til, heldur í andanum til. Kærleikur.
Veist þú hvað þú átt innra með þér? Veistu hver þú ert í hjartanum þínu? Og það ekkert pumpunniðinni, heldur í andanum þínum, í þínum innra manni, hver þú ert. Þú ert þessi sköpun. Þú ert þetta sem Guð bjó til, segir, heyrðu, ég ætla að framlengja lífið mitt, kærleika minn og láta flæða í gegnum þetta fólk. Og brátt komið fullt af litlu fólki, stóru í andanum, litlu fólki með við hann, sem elskar eins og ég. Það segir í Biblíunni, mikið vatn getur ekki slökkt elskuna og árstraumar ekki drekkt henni. Mikið vatn getur ekki slökkt ást Guðs og árstraumar geta ekki drekkt henni. Ég ætla að lesa fyrir ykkur, ég ætla ekki að tala lengi, en ég held að þetta sé mjög mikilvægt að við kveikjum aðeins á þessu og þetta alveg ekta fínt til að fara heim og hugleiða. Rómverjabréfið, hlustið á þetta. Rómverjabréfið sem Páll postuli skrifaði til að senda kirkjunni í Róm áður hann heimsótti þá. Bara svo við vitið það. Hann ætlaði að fara í heimsókn til Rómar, heita kirkjunni þar og hann skrifaði bréf áður. Þeir þekkti hann ekki neitt, þeir heyrtu á hann svona, já, þetta gæinn sem að fara um öll Miðausturlönd og gera allt vitlaust. Svo þeir vildu fá hann í heimsókn og hann sendi þetta bréf á undan til þess að leyfa hann bara að heyra hver hann var, á hvað hann trúði, hvernig hans trú var uppbyggð og svo framvegis. Rómverjabréfið er mjög systematískt bréf af hendi Páls og trúnni. Hlustið á þetta, strax í fyrsta kaflanum þar segir hann, í versi 20. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur, hann að tala Guð, og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verði skilið af verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Hlustið á. Hvað er hann að segja? Hann er að segja, þó hafir aldrei heyrt Guð, þekkir hann ekki. Ef þú skoðar sköpunina, bara kíkir á sköpunina, hvernig virkar sköpunin, hvernig fungerar lífið í sköpuninni, þá segir Páll, þá munið þið sjá að þar birtist ósýnilegt eðli Guðs. Og hvað vorum við að segja var eðli Guðs? Með öðrum orðum, ef þið skoðið náttúruna, þá birtist kærleikurinn, óeigingjörn ást, gjafmildi, skilgreinum kærleikann á eins einfaldan hátt eins og við getum, það er að setja aðra fram fyrir sjálfa sig. Ef það er bara einfaldasta skilgreining sem við notum á kærleikann núna. Ég set aðra í miðjuna en ekki mig. Ok? Þá sést það í náttúrunni. Já. Ef við taka dæmi. Tökum dæmi. Allir anda með mér. Einu sinni enn. Allir saman inn. Allir hér inni vita hvað var að gerast þegar við önduðum út. Við vorum að skila frá okkur koltvísýringi. Eitur fyrir okkur. Plönturnar taka þetta. Við erum að gefa þeim koltvísýring. Grænu trén hérna fyrir utan og allt þetta. Þeir bara, hey, give me more. Skulum hanga í kringum þess að Smárakirkju og hafa fullt af þessu. Það er allar að syngja svo mikið, þeir anda svo ótt og títt. Og svo fá þeir bara koltvísýringin hérna. Og hvað gera þeir við þetta? Þau taka þetta og breyta þessu í súrefni. Og hver andar að þessu súrefninu? Hringrás lífsins. Kærleikurinn gefa ekkert af plöntunum eigin planta. Ég þarf að gefa þér neitt súrefni hérna. Þú plantar garðinum fullar af grænum trjám. Einn daginn bara komið skilti frá trjánum, þú fær ekki meira súrefni frá okkur.
Aldrei. Og ef þú ætlar að hætta að gefa þeim koltvísýring, þá eru bara gjörsamlega hætt að anda. Og þú veist hvað gerist þá. Og það akkúrat það sem gerist þegar kærleiksringrásin fær ekki að fungera, við deyjum. Við deyjum. Áður en við deyjum, hættum við að fljúga og hlaupum með hænsnunum. Við hlaupum með hænsnunum fram og tilbaka og höldum að það sé lífið og tilgangurinn. Þú veist, náum okkur, förum á skíthauinn og náum í fræ. Þú veist, það ekki tilgangur lífsins, kæri vinur, að hlaupa með hænsnunum með hausinn niðri og sjá ekki neitt. Berjast við hina púturnar, láta gogga því aftast í röðina, svo að því þú átt ekki að fá besta matinn. Goggunar keppnin endalaust í lífinu. Hættum þessu vegna þess að það algjör andstæða kærleikans. Það andstæða þess að lifa í kærleiksringrásinni. Ef við taka annað dæmi úr náttúrunni. Hafið. Haldið að Guð hafi búið til hafið. Eitthvað pirrar á hafinu? Já, þetta haf. Ég vildi að það væri ekki haf. Ég nefnilega verið svo sjóveikur og ég vil bara geta að labba þetta, sko. Hey, hafið gefur skýjunum vatnið sitt. Skýin ganga yfir landið og losa vatnið aftur yfir landið. Landið tekur vatnið sem hafið gaf skýjunum og nærir meðal annars okkur, trén, blómin sem þurfa á því að halda til þess að búa til súrefni fyrir okkur. Páll sagði, það engin maður á hann afsökunar, því ef þið skoðið náttúruna, þá lýsir hún Guði. Hún lýsir Guði. Kærleiksríkum Guði sem gefur og gefur og gefur og heldur engu aftur fyrir sjálfa sig. Náttúran svona. Meiri segja, ef við förum út í eins kjánalega hluti sem ekkert með náttúrunni að gera, bara manneskjulega tilbúna hluti manneskjulega, efnahagskerfið okkar. Það þarf hringrás. Ef það kemur hrun og við förum öll í bankun og tæmum út og hringrás efnahagskerfið sættir, hvað gerist þá? Hrynur. Þetta ekki einu sinni í náttúrunni, þetta bara það sem við byggum til. Sólin. Má ekki glemma sólin, elsku sólinni. Reikistjörnurnar, hringsóli kringu sólina til að fá orkuna sína. Og þar jörðin og hún tekur orkuna. Og hvað gerist? Af einhverju einstæðri tilviljun? Nei. Þá eru plönturnar alveg sérstak ferli inn í sér sem tekur þessu orku og breytir inn í efni. Sem að framkallar ávexti, ber, grænmeti, kál. Sem hver taka? Þú og ég tökum og borðum og við erum inn í okkur byggðið sérstak kerfi sem getur tekið þetta sem við kalla svona svona kálfóður og snúið því í orku fyrir okkur. Hringrás lífsins. Með öðrum orðum, Guð kærleikur. Hann ekki bara hefur kærleika, hann ekki bara getur elskað, hann það. Og þegar hann skapar, þá setur hann sjálfa sig inn í allt lífið. Allt hans eðli kemur fram í lífinu og það á meðal þér. Þess vegna segi það, elsku vinur, þegar við tölum synd, eitthvað sem synd skrifað með uppsólun í íslensku, eitthvað sem sundrar. Samstofnum við orðið sundra. Sumir segja, það algjör synd að fara og gera þetta. Já, það getur vel verið, ég veit það ekki. Það algjör synd að ef þú gerir þetta ekki, það getur vel verið, ég veit það ekki. En það sem syndin að brjóta hring kærleikans. Þannig að hann fá ekki að flæða. Það eyðileggur okkur. Og það syndin. Sumir halda að það sé bara eitthvað. Sumir halda, sjá hvernig við hugsum þetta vitlaust oft. Sjáu þið. Við hugsum, og hérna Guð, hann bjó alla til og sagði, ég ætla að setja lög og reglur og hérna fyrir allt lífið og svo setur hann lög og hann stann með svona og það detta svona 25 reglur hérna niður. Já, hlýttu þessi, kallar minn.
annars farið ekki að koma inn í himnaríki og þú veist, hvað gerist ef þú hlýður þess ekki? Sjúp, og hinum einn, sjúp, aðra 25, já, þú átt að gera þetta. Ef þú mátt ekki gera þetta, þú átt að gera þetta. Svona 50 reglur. Samantekið boðunum 10 segja sumir, ekki misskila, boðunum 10 eru góð. Og þá kemur spurningin, á hverju setur hann þetta? Hann ekki að setja eitthvað lífið til þess að vera svo pirraður út í okkur ef við klikkum á því. Hann að setja okkur lífsreglunar eins og þú setur barninu þínu lífsreglunar til þess að þau lifi hamingjusömu lífi. Þetta bara til þess. Þetta bara til að hjálpa okkur, átta okkur hvar kærleikurinn góður, hvar hann virkar, hvernig við að gangi í hann og hvað gerist ef við brjótum hann. Það segja keðjuna. Það bara það. Við höldum alltaf að hann hafi gert þetta í pirringi. Og svo ægilega reiður eitthvað. Hann það ekki. Býtu við. Ef ég segi við barni mitt, 3 ára, sem vill fara út að leika sér og það 15 stiga frost. Heyrðu, farðu bara út að leika sér og hann segir, ok, farin. Já, farið í gallaðinn. Þú að fara í kraftgallaðinn. Þú veist, að fara í hlýjan. Nei, ég vil það ekki. Allt læskan. Það bara. Myndi ég gera það? Ég myndi aldrei gera það. Myndi ég gera það? Segðu já eða nei? Nei. Nei, ég myndi, og hann veit það. Ég myndi aldrei gera það. Af hverju myndum við ekki gera það? Vegna sem við vitum að það ekki gott fyrir barnið. Ég þá allt í einu vondur pabbi? Ég ekkert vondur pabbi. Ég bara alveg ágætis pabbi. Og í þessu tilfelli var bara mjög góður. Sjáu til. Samt höldum við að þegar Guðs vill hjálpa okkur með einhverju sem hjálpar okkur að lifa í kærleiks hringrásinni, að þá sé hann voða pirraður og vondur. Það vegna sem við erum búin að missa sjónar út á hvað þetta gengur. Við erum búin að missa sjónar af hringrásinni. Og það vandamálið. Þess vegna verðum við pirruð. Þess vegna höldum við að sé svona pirraður og strangur. Við erum búin að missa sjónar af því hvað tilgangur lífsins Kærleikurinn. Amen. Þetta var hann happy fyrir, held ég. Já, þetta var hann. Allt lífið. Ég var að tala vatnshringrásina sem við getum segið að gefa af sér til þess að næra lífið. Við erum svona líka. Þetta er að flæði gegnum okkur. Og ég að fara til Ísrael á 5. Og það haf sem heitir Dauðahafið, sem ég hef heimsótt nokkru sinnum, ég ætla að heimsækja aftur núna, sem alveg stórmerkilegt haf, alveg stórmerkilegt, mjög góð söltinar og svona, sko, mæli ekki með reyna að syndi, það ekki hægt. Ég sá einn mann reyna að synda reyna sem ég verði að segja þér, ég fann svo til með honum. Þú eina sem þú getur gert að vaða bara úti og leggjast á baki og fljóta. Þú sekkur ekki að því að svo salt. Hann var að reyna að synda bringusund. Og veltist eins og kútur, hann var alveg eins og kútur í vatninu og salti kom í augun og munninu út allt og elsku kallinn. Hvað að þessu hafi? Getur ekki hefða sér svo venlegt vatn? Þar okkur ekki þetta syndi í öllum vötnum? Nei, ekki þessu. Og það rennur og rennur og rennur í það en ekkert úr því. Það rennur ekkert úr Dauðahafinu. Áin Jórdan rennur í það dag eftir dag, klukkstund eftir klukkstund, viku eftir viku, mánuð eftir mánuð, ár eftir ár, öld eftir öld, rennur hún í Dauðahafið. En Dauðahafið lokað, það rennur ekkert úr því og það bara salt. Það ekki til fiskur í því, það ekkert líf í því. Örveirurnar lifa allstað, þið vitið þessi litlu kvikindi sem fá að vera. Þær hafa meira sér tilgang. Litlu örveirurnar sem við köllum, til hvers var nú Guð að skapa þetta? Já, sjáum sannið til, það tilgangur í söllu. En sjáum til, ef það rennur ekki úr, þá deyr. Við erum sköpuð
í Guðs mynd, til að láta kærleikan flæða, til að halda hringrás kærleikans við. Og þegar við gerum það, þá ekki bara gefur það okkur líf, heldur gerir það sem að Dr. Newberg komst að, það mun gefa þér aukna heilsu og betri heil og betri hugsun, meiri umhyggju, meiri samhygð, meiri samkennd. Allt sem við þráum og viljum í lífinu að finna bara í þessum einfalda lykli sem við köllum tilgang lífsins. Svo einfalt. Ef það svona einfalt, já, okkur hafa ekki bara allir með þetta á hreinu. Og það búið að predika Guð í fyrsta lagi ofta á rangan hátt. Og við höfum með sjónar af því út á hvað þetta gengur. Við höfum með sjónar af því hvað hann vill með líf okkar. Þess vegna eru svo fáir sem svífa með örnunum og margir sem hlaupa með hænsnunum. Ég vil ekki vera þar. Mér ekki vænt hænsnin, mér ekki miskilja mig. En ég vil vera hér. Faðir minn, við þökkum fyrir orðið þitt, þökkum fyrir kærleika þinn, þökkum fyrir að þú ert kærleiki. Og biðjum að opinbera þennan sannleika, lífssannleika inn í hjört okkar. Að mættum sjá, mættum skilja, mættum meðtaka, lifna við og lífsströmmur kærleikans mætti byrja að flæða inn í líf okkar og út, inn og út. Að mættum gefa frá okkur allt það líf sem þú hefur gefið okkur. Að mættum opna flóðgáttirnar. Við hættum að vera eins og dauðahafið og leyfum þér að flæða inn og flæða út. Að við skiljum hvað það sem þú vilt og hvað þú ert að gera. Takk, Faðir minn. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Hver sem búin að vera alveg að farast úr svona verkjum í öxlinni, eða svona hálsöxl, búin að fá verki þar alltaf í axlirnar. Hérna ein, þarna. Faðir minn, ég þakka fyrir, ég ætla að biðja ykkur að halda bara höndun á lofti aðeins, bara ekki tátt, þeir sem að